Já, sæl aftur. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir notkun pörunáætlana með kyngreindu sæði. Er nú kannski svolítið út fyrir efnið og út víðan völl svona, en þið bara vitið vilja fyrir verkið. En tilkoma kyngreinds sæðis, sem þá komið í notkun núna frá og með september, það útheimtir svolítið nýja hugsun hjá bændum, held ég. Og menn þurfa að setja sér markmið að hugsa aðeins lengra fram í tíman heldur en áður. Gera í raun áætlanir. Og náttúrulega spurningar sem vakna eru hvað þarf ég margar kvígur, og það er kannski eitthvað sem er svolítið óljóst. En menn er svona geta metið það nokkuð vel, held ég. Hvaða kýr á ég þá að sæða með kyngreindu sæði? Hvert er fanghlutfallið? Er þetta lakara sæði? Þetta er dýrara sæði og ef frjósemin á búin er ekki góð, þá er kannski kyngreint sæði ekki vænlegur kostur. Á ég að nota holdasæði? Hvaða húsrými hef ég? Get ég selt nautkálfa? Get ég selt kvígur eða hef ég uppeldisaðstöðu og svo framvegis? Og það er allt þetta dæmi spurningar sem er mikilvægt að hver og einn velti fyrir sér. Og ég setti svo svona bara, svo það sé alveg skýrt, X-sæði köllum við það sem að gefa kvígukálfa. Kannski mikilvægast að Andri viti það í þessum hópi. Og Y-sæðið er þá nautkálfasæðið. En það er 90% öruggt. Það er ekki frjótaknum að kenna að kemur naut úr X-sæðinu. Það eru 10% líkur. Nú, ég held að hvert og eitt bú ætti að setja sér ræktunarmarkmið. Þetta getum við nota bara ræktunarmarkmið sem er í kúastofninum, og með ræktunarmarkmið á því þá í rauninni hvaða vægi þið setið á eiginleikana. Þegar við gerum það sem getur kallað pörunáætlun, viljum við búa til kýr sem mjólka meira, viljum við bæta júgur og spenagerð, viljum við bæta mjaltir eða skap og svo framvegis. Og þá er náttúrulega mikilvægasta ákvörðunin til þess að ná ræktunarmarkmiðin eða stuðla ræktunarmarkmiðin er náttúrulega valið á foreldrum næstu kynslóðar, sem er þá kýrin og nautið sem er valið. Og við höfum náttúrulega rosalega miklar upplýsingar hvernig það í grip, og kannski miklu meiri upplýsingar heldur en náum nokkuð tímann að setja í samhengi en þá hjálpa náttúrulega kynbótamatið okkar. Nú, síðan er sett í þarna svona upp hugtök, erfðabreytileiki, úrvalsstyrkur, öryggi, ættliðabil. Allt myndar þetta sem sagt erfðaframfarirnar, þar sem við margföldum saman erfðabreytileikan, úrvalsstyrkin og öryggið, deilum með ættliðabilinum. Og þá sjáum við náttúrulega eftir sem við aukum erfðabreytileikan, úrvalsstyrkin og öryggið, þá aukum við framfarirnar, en ef ættliðabilið eykst þá minnka framfarirnar per kynslóð. Þetta er kannski ekki hugtök sem að hver og einn er að hugsa dagsdaglega, en skipta kannski eiga síðan máli, kannski ekki á búsvísu en fyrir ræktunarstarfi í heild. Nú erfðabreytileikin er náttúrulega alltaf hvað er þessi úrvalsstyrkur að gera þarna? Jú, er náttúrulega alltaf drifkraftur framfaranna og mjög háður þeim eiginleikum sem eru mældir, þungi og nyt og svo framvegis. Og það liggur náttúrulega í hlutarnins eðli að því ólíkari sem einstaklingarnir eru, því auðveldara er að velja þann besta. Því meiri breidd sem er í kúnum í hjörðinni, því auðveldara að velja þá best úr. Ef það eru allar svipaðar, þá er mjög erfitt að greina besta einstaklingin. Nú erfðabreytileikinn náttúrulega breytist hægt og kannski ekki mikilvægur við ákvarðanatöku í einstökum hjörðum til skemmri tíma litið, en samt eiginlega eigi sig mikilvægt að viðhalda erfðabreytileikann. Úrvalsstyrkurinn tengist þessu náttúrulega, og það náttúrulega tengist í rauninni hversu marga gripi við veljum sem foreldrar næstu kynslóðar, og við sáum náttúrulega gott dæmi það hjá Þórdísi áðan að þegar hún var að fara yfir nautin að við fáum meiri erfðaframfarir ef við veljum 10 naut heldur en 20 og svo framvegis.
Þannig að við veljum alltaf, eftir því sem við veljum stífar, þá erum við náttúrulega með betri gripi. Við náttúrulega náum meiri framförum með því að velja bestu nautin á bestu gripin í hjörðina og því færri gripi sem við veljum, því meiri verður úrvalsstyrkurinn og þannig verður næsta kynslóð betri en ella. Og þetta er náttúrulega bara það sem við erum að gera þegar við veljum nautkálfana á stöðinu. Við erum að velja undan bestu nautunum og bestu kúnum, eða allavega að reyna það. Öryggið segir náttúrulega til hversu góða líkur á að erfðaspáin eða mati sér rétt og hversu áreiðanlegt valið þegar við pörum saman einstaklinga. Og þetta er náttúrulega mjög mismunandi eftir eiginleikum og við þekkjum að öryggi á eiginleikum eins og frjósemi, sem er mjög umhverfisháður þáttur, lágt en við erum með tiltölulega hátt öryggi á eiginleikum eins og mjólkurmagni sem er beinlínis mældur eiginleiki og við getum tekið gröfin sem ég setti þarna upp þar sem við erum með eiginleika sem er lágt öryggi og við sjáum að, ef ég virkar ekki punkturinn, þetta er sem sagt metið kynbótagildið. Við getum sagt að þetta sé spáin, sem þetta bara kvígan þegar hún fæðist og fær sitt erfðamat og við erum með einhverja spá og þær bestu eru hérna megin og við veljum þær. En raunverulega kynbótagildið sem kemur í ljós þegar kýrin er borin og eða við fáum upplýsingar gripinn, það er semst hérna á þessum ás og það eru þessar rauðu og grænu hérna. Og þá sjáum við að við völdum þessar eðlilega, en við hittum bara við ætlum að velja 50 bestu gripin á 1000 og við náðum náttúrulega bara að spotta út 4 af því öryggið er lágt. Hins vegar ef við erum með eiginleika sem hátt öryggi, þá fylgjast spáin og raunverulega kynbótagildi mjög vel að og þá náum við í staðinn að velja náttúrulega miklu fleiri gripi af þeim bestu með spánni. Þannig að þegar við horfum á eiginleikana þá kannski leggjum við ekki mikinn þunga á eiginleika sem eru með lágt öryggi því að árangurinn verður kannski eftir því. Eitt af því sem að einstakir bændur geta gert til að stuðla að því að auka öryggi er náttúrulega arfgerðargreiningar og því fleiri arfgerðargreiningar sem við höfum, því betra mat fáum við á áhrifum erfðavísanna og öryggi erfðamatsins eykst og þetta er sérstaklega mikilvægt í litlum stofnum og ég plottaði hérna upp hvað við erum komin með af arfgerðargreiningum og það eru 43.000 arfgerðargreiningar í dag og sem er ekki slæmt í 25.000 kúastofni. Það eru ég held að segja 86% búanna sem að taka síni úr kvígunum og það er þá 90% kviknana sem eru arfgerðargreindar. Ættliðabilið, það er náttúrulega hægt að auka erfðaframfarirnar með því að stytta ættliðabilið og bændur geta náttúrulega gert það almennt hver og einn á sínu búi með því að velja yngstu gripina til undaneldis. Hér í svona hinu sameiginlega ræktunarstarfi þá hefur ættliðabilið verið að minnka og náttúrulega sérstaklega með tilkomu erfðamengisúrvalsins að þá hefur ættliðabilið faðir sonur snarminnkað og það er aðeins að lækka fyrir kýrnar líka. Við getum sagt að við séum að taka svona meðaltali 2. til 3. kálf undan kúnum í dag í staðinn fyrir 10-15 árum 3. til 4. kálf. Við höfum 4 leiðir til úrvals í rauninni. Það eru þessir leiðir hérna faðir til sonar, móður til sonar, faðir til dóttur og móður til dóttur. Og svona ef við horfum fram hjá heimanautanotkunina þá getum við sagt að leiðin faðir til sonar og móður til sonar er ekki í höndum bænda sjálfra. En þú hefur náttúrulega hver og einn bóndi hefur ákvörðunarrétt yfir hvaða kvígur hann setur á og hvaða naut hann notar á kýrnar.
Það alfarið þeirra ákvörðun að bænda sjálfra. Við sem sagt auðveldasta leiðin eins og í dag að auka úrval. Styrkin með arfgerðargreiningunum og þetta endurspeglast náttúrulega svona í praxis í því að við veljum í pörun á hjörðina. Við myndum horfa á það að við værum að horfa á besta hluta kúna, albesta hluta kúna, það eru nautsmæðurnar. Og eins og þið sáu hjá Þórdísi og Jóni Hjalta að ef við veljum ekki eða fáum ekki naut undan þeim kúm þá drögum við í raun úr hraða erfðaframfaranna. Þannig að við þurfum að fá nautkálfa undan þessum albestu kúm. Hvort sem þær eru 2, 3, 4, 5 eða 6 á hverju búi. Það verður það eðlilegt að horfa til þess að nota kyngreint sæði á næsta hóp eða góðu kýrnar sem eru betri en meðaltalið í hjörðinni. Og síðan væri væntanlega þyrftir að stilla þá fjöldan af við hvað þú þarft margar kvígur. Þú myndir svona nota venjulegt sæði á einhvern hluta kúna og hugsa það þá kannski sem einhvers konar öryggismörk því að það verða náttúrulega ekki allar kvígur að kúm. Og síðan fer eftir aðstæðum hvort að þú getur notað holtasæði eða ekki. Og náttúrulega einhverjum hluta kúna er náttúrulega fargað eða semst ekki haldið aftur. Það er mikilvægt fyrir menn að ef þeir ætla að nota kyngreint sæði að gera sér svona áætlun og skoða þá hvaða gripir eru vænlega mæður næstu kynslóðar. Og ég myndi halda mjög góðu mælikvarði til þess að velja kvígurnar væri að nota erfðamatið. Og mér heyrist nú svona á mönnum að eftir því sem að það bera kvígur sem að fengi erfðamat, að erfðamati gangi nokkuð vel eftir eða erfðaspáin. Og kyngreinda sæðið tryggir þá að þú færð kvígur undan þeim gripum sem þú vilt. Lökustu gripina má svo sæða með holtasæði til þess að holtablendinga og sem eru verðmætar en íslensk naut hvort sem þú selur þá nýfædda eða getur alið á sjálfur. Þannig að fókusin væri að nota kyngreint sæði á ungar kýr og kvígur með hátt erfðamat. Nota kyngreint sæði við fyrstu og aðra sæðingu. Ég held að sé kannski ekki gott ef þú ert farin að sæða kýrnar 3 og 4 sinnum að líkurnar ekki meiri með kyngreindu sæði heldur en venjulegu sæði. Þannig að sé kannski betra að snúa sér eftir 2 fyrstu sæðingarnar að venjulegu sæði og hreinlega gefast upp á kyngreinda sæðinu ef hún festir ekki fang. Kýrnar er náttúrulega sjálfsagt að velja með hátt erfðamat, afurðaháar og með góða byggingu og ef frjósemi hjarðarinnar góð þá ættu menn að skoða kyngreint sæði á eldri kýr. Ef frjósemin ekki góð þá kannski ekki skynsamlegt að vera að nota mikið kyngreint sæði. Því að fanghlutfallið og það heldur lægra. Nú, ég reiknaði svo dæmi bara fyrir 60 kýr, eða 60 kúa bú með 35% endurnýjunarhlutfall sem svona nokkuð nærri landsmeðaltali. Kyngreint sæði á allar kvígur nema þessar sem eru flaggaðar efnilegar og sæða kyngreint sæði fyrstu 2 sæðingarnar. Helming fyrstu kálskúna nema þessar flögguðu nautsmæður og nota kyngreint sæði fyrstu 2 og svo venjulegt sæði eða holtasæði. Endurnýjunarþörfin þá 21 kvígu á ári og þú fengir með venjulegu sæði bara óbreyttu fyrirkomulagi þá fengir 28 kvígur, 32 íslensk naut og kvígustaðan væri þá +7. Ég gerði ekki ráð fyrir jú, ég reiknaði reynda með þarna að það dræpust einhverju kálfar líka, svona samkvæmt meðaltali. Ef við notum kyngreint sæði eins og þetta segir til og
ekkert holtasæði, að þá fáum við 35 kvígur, 25 íslensk naut og við erum að koma ofgnótt af kvígum. Þannig að mikil notkun á kyngjörðusæði, hún veldur eða sem sagt leiðir til fleiri kvikna heldur en þú þarft í rauninni. Og ef þú sem sagt breytir takt og notar holtasæði 50% á móti venjulega sæðinu, og þá endar á sama stað og sem sagt fyrir tíma kyngrens sæðis. Þannig að það nauðsynlegt aðeins að hugsa fram í tímann, bæði til þess að stilla af kviknafjöldan. Þannig að pörunáætlanir núna náttúrulega snúast ekki bara að finna réttu pöruna, þær eru líka ræktunaráætlanir sem við þurfum að velja sæðistegund í rauninni. Og það í rauninni engin ein þumalputta regla hvernig á að haga notkun á kyngjörðusæði. Það þarf að horfa á endurnýjunarhlutfallið, uppeldisaðstæður, markaðsaðstæður, frjósemisjarðarinnar og fleira. Þannig að þarf hver og einn í rauninni að skoða sína stöðu og gera áætlun út frá því hvernig staðan er. Við erum semst að breyta núna form á pörunáætlunum hjá okkur. Við erum komið með þessa áætlanagerð í huppu og við höfum svona, þið leiðréttið mig ef ég fer með vitlaust, vinnulagið að inn á listanum birtast allar kýr og kvígur sem eru orðnar eldri en 12 mánaða. Við setjum markmið sem felst í því þá að við veljum vægi á helstu eiginleikana. Fengnar kýr eru sjálfkrafa merktar ekki sæða, sem þú getur keyrt pörunáætlunina, og það ástæðulaust að eyða vinnu í kýrnar sem eru fengnar núna að þessu sinni, þær koma bara inn næst. Við veljum hvort að þú velur íslenskt naut á holtasæði, valda sæðistegund, þá venjulegt X- eða Y-sæði, og kerfið reiknar svo bestu pörun miðað við forsendurnar. Og við setjum svo takmörk á notkun á nautunum, sem sagt að við séum ekki með öll eggin í sömu körfunni. Sem sagt að hvert og eitt naut sé ekki notað óhóflega mikið á einu og sama búinu. Útkoman verður þá, er þá bara á þessu formi, að það þá áætlun þar sem að hver og einn kýr fær tillögu aðalnaut, varanaut og aukanaut, og hún aðgengileg bæði í huppu, hægt að prenta hann út og senda í fangappið. Og kannski rétt að ég gleymdi að taka fram að hún náttúrulega tekur tillit til þess að para ekki saman of skildagripi. Það svo ætlunin að þegar við erum búin að prófa þetta almennilega, sjá hvort það virkar ekki vel, að þá verði þetta opnað fyrir bændur sjálfa, og þá geta menn í rauninni gert sínar eigin pörunáætlanir og sem ég held að skili sér til lengri tíma litið í markvissari pörun og betra vinnuumhverfi í sæðingastarfseminni. Já, takk.